Tjöld fuku út í veður og vind í Vestmannaeyjum í gærkvöldi og í nótt. Þjóðhátíðargestir leituðu skjóls í Herjólfshöll, rétt eins og í fyrra. Við fórum allar inn og það voru bara allir að halda upp og við vorum bara að taka allt á höndunum í tösku og síðan sáum við ofan í ferðatöskunum okkar í nótt. Keppt var á alls konar hestum á unglingalandsmóti á Egilsstöðum í dag. Útihátíðarstemning er á lokakvöldi hjarta Hafnarfjarðar með þjóðhátíðar fjöldarsöng og veðrið lék við gesti á síldarævintýri á Siglufirði. Húsarústir og haugar af rusli taka á móti íbúum á Gaza sem síðustu daga hafa fengið að snúa til heimkynna sinna. Fyrir foreldra ungra barna er leitin að mat það sem skiptir mestu máli. Og 4 geimfarar bættust í morgun í hópinn sem dvelur í alþjóðlegu geimstöðinni á sporbaugum jörðu. Næstum aldarfjórðungur er síðan fyrsti hópurinn kom í geimstöðina. Gott kvöld. Barnung stúlka sem fór í sjóinn í Reynisfjöru klukkan 3 í dag fannst á 5. tímanum. Hún var flutt á sjúkrahús í Reykjavík en engar upplýsingar fást ástand hennar eða líðan. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar tildrög slyssins. Samkvæmt heimildum fréttastofu var stúlkan á ferð með föður sínum og systur. Þau fóru öll í sjóinn en faðirinn og önnur systirinn komust aftur á land. Björgunarsveitir, lögregla og þyrla Landhelgisgæslunnar hófu leit þegar í stað. Gestir á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum leituðu skjóls fyrir illviðri í gærkvöld og í nótt. Herjólfur frestaði síðdegis öllum ferðum til og frá eyjum. Flestir þjóðhátíðargestir forðuðu sér í skjól undan rigningu og roki í gærkvöld og nótt. Þjóðhátíðarnefnd virkjaði viðbragðsáætlun og lét opna Herjólfshöllina svo gestir gætu komist í var. Okkar tjald var fyrsta tjaldi til að fara og það kom gat inn í tjaldi og svo byrjuðu stönginnar að detta niður og það voru allir starfsmennir að reyna að halda upp á meðan við myndum ná í dótið okkar. Og við vorum bara að taka allt á höndunum í tösku og síðan sáum við ofan í ferðatöskunum okkar í nótt. Tjaldið okkar, eins og segði þarna, það er ónýtt. Við komum hingað og sváum hérna. Já, en... Sko, við erum eindir í toppmálum og okkar tjald takast ekki. Við erum bara hérna að heimsækja það. Já, ég fór bara í tjaldi að bara á TikTok sko, ég ekki að ljúga. Bara tjaldi ekki uppi? Já, það var uppi sko. Ég geti þetta á 20 skall í hagkaupa, ég veit ekki hvernig þetta stóð sko. Já, nei, við ætlum að fara heim, en jakki vinur minn fauk með bíllyklunum. Þannig við erum búin að heyra í fólki hvort það geti farið heim til hans, náði lyklana, koma hingað. En það er helviti mikið vesen, þannig við ætlum að bara væpa hérna til 5, taka Herjólf heim. Allt út aukur rennandi blautt, við nennum þess ekki, það er kalt. Þetta er gaman að þjóðhátíð. Herjólfur frestaði öllum ferðum til og frá Vestmannaeyjum síðdegis, svo piltarnir hafa vist ekki komist heim. Það fuku hérna 2 tjöld í nótt í hliðina á okkur og við stóðum hérna í 3 tíma hérna með 11 mannsinn í tjaldið að halda þessu niðri og höfðum það. Þannig að nú er bara útbúið sjálfvegg. Þetta tjald sprakk hérna við hliðina á okkur og það sem var hér fauk svo upp og það var okkar næst, þannig að það var eina að standa bara á kantinum og hanga í sólunum og það tókst. Við vorum hérna í gærkvöldi og þetta var alveg svakalegt. Þetta var alveg hræðilegt sko. Við þurfum að halda tjaldinu niðri alveg til 2:30. Og hvenær byrjaði að halda tjaldinu niðri? Bara fyrir miðnætti. Já, svona miðnætti. Að sögn lögreglunar í Vestmannaeyjum fór skemmtanahald vel fram og þrátt fyrir aðstæður í Herjólfsdal skemmtu gestir sér framundir morgun. Þetta var geggjað, þetta var svo gaman. Já, ógeðslega mikið stuð, þó það var svona ógeðslega mikið rigning. Og núna seinnipartinn er eins og ekkert hafi ískorist, sólin er farin að skína og það er ekki annað að sjá en að þjóðhátíð Eyjum haldi áfram af fullum krafti. Reyndar þekkið þið hann Gutta, það er alveg rétt. Krakkarnir eru greppi í tríni. Nú Ástrós Signíðardóttir í Vestmannaeyjum. Ástrós, er veðrið orðið svona skaplegra núna? Já, þegar ég og Kristinn Gauti tökumaður komum hingað upp úr hádegi í dag, það tók óvænt að móta okkur sól og blíða. En við reyndar munum ílengjast hérna í Vestmannaeyjum að því að Herjólfur felldi niður allar ferðir til og frá Eyjum frá klukkan 4 í dag. En óveðrið það setti nú heldur betur strik í reikningin, en var einhvern veginn hætta á ferð?
Nei, mér skilst að það hafi aldrei verið nein hætta á ferðum en eins og við heyrðum hérna áðan og fólk sem við ræddum við hérna í Vestmannaeyjum í dag, það segir hreinlega að það hafi aldrei upplifað annað eins. En við hittum formann þjóðhátíðarnefndar í Herjólfsdal í dag. Kom smá veðurkvellur, töluvert meira heldur en var spáð, já, og við lentum í smá vesinni með tjöld hjá okkur, bjórtjaldið okkar sem voru svona að fara að huga því að taka niður, það bara fór á flug og bara skemmtist. Og svo var töluvert af hvítum tjöldum sem að fólk var að bjarga bara og það lögðist bara allir saman á eitt, skilur við, bara, og allir í hjálpa okkur öðrum og þetta slapp. Var einhvern tímann hætta á ferðum? Svo sem ekki, það var svona aðeins í kringum þegar bjórtjaldi var en við fengum gæslu og björgunarsveit sem komu mjög fljótt og afstýrði því að það yrði ykkur hætta, sko. Það var bara mjög flott við bara hjá þeim, þakka þeim fyrir bara. Já, og íbúar hér í Vestmannaeyjum voru margir fljótir að rétta fram hjálparhönd bæði í nótt og í morgun, enda margir tjaldgestir orðnir ansi blautir. Og við viljum að gestirnir okkar séu hérna áfram og líði vel, þannig að við fórum bara í það í morgun að það var náttúrulega búið að opna Herjólfshöllina í gærkvöldi og hleypa krökkunum þar inn sem voru í tjöldunum. Og þau voru náttúrulega bara mörg með blauta svefnpoka og blaut föt og allt blaut og búið að hengja upp allt hérna í öllum mörkum og alls staðar hérna inni. Þannig að við sáum ekkert annað í stöðunni en að auglýsa bara á Facebook eftir sjálfboðaliðum til þess að þurrka. Og það stóð ekki á svörum, það var langur listi og við erum bara búin að njóta góðs af því í dag að konur hérna í bænum eru búin að vera að taka að sér bara ruslapoka af fötum og fara heim og þurrka og koma með aftur hérna í höllina. Þetta er einstök stemming sem er í íbúum í Vestmannaeyjum þegar svona kemur upp? Já, ég held að sé hægt að segja það. En við hjálpumst alltaf að það er eitthvað sem ábjátar. Þráttur að það sé dásamlegt að vera hérna í Vestmannaeyjum, þá vonumst við Kristín Gautu þó til þess að komast heim í fyrramáli ef að Herjólfur ætlar að hefja aftur siglingar. Það er þá óvíst hvort hann sigli til Landeyjahafnar eða Þorlákshafnar, en við vonum það besta. En þangað til ætlum við að njóta í dalnum, njóta hér í veðurblíðinni þótt að blási svolítið og svo ætlum við að hlusta á ljúfa tóna frá hljómsveitinni All is OK sem ætlar að spila á Tjarnarsviðinu í kvöld. Er þetta í fyrsta skipti sem þið komið fram á þjóðhátíð? Já, þetta er í fyrsta skipti af mörgum sem við ætlum að koma fram á þjóðhátíð. Við erum bara ótrúlega þakkláttir fyrir að fá tækifæri. Við erum rúmlega 2 ára gamlir og bara þakkláttir fyrir að fá að gera það sem okkur mjög skemmtilegast og gera best, að hafa gaman og skemmta öðrum. Þannig að bara geggjað. Og þið eru búin að semja ykkar eigið þjóðhátíðarlag og gefa út? Já, söndum okkar eigið þjóðhátíðarlag sem heitir Með þér alla leið og er á öllu streifisveitum sem maður finnur og það er akkurat ógeðslega fyndið. Það er svo geggjað vont veður og lagið snýst það að fara með þér alla leið þó svo veðrið sé vont. En við vonuðum það náttúrulega ekki, en svona hljómar hefur að taka það, ekki bara? Tilbúinir? 3, 2, 1. Ég fer með þér alla leið, með þér alla leið. Ég fer með þér alla leið á dönsum fram á nótt, ég þarf ekki skjól, því ég er á þjóðhátíð. Stemning á þjóðhátíð þarf ekki að spyrja því, en þá skulum við fara norður í land þar sem veðrið var töluvert betra en í Vestmannaeyjum. Fjölmargir nutu nefnilega veðurblíðunar á síldarævintýri á Siglufirði í dag. Það er eitthvað fyrir alla á síldarævintýrinu helgina. Sagna, sigling, listsýning, síldarsöltun og bryggjuball fyrir þau eldri. Það vantar hring hérna! Reyndu nú að gera þetta Ég er að gera þetta bara mjög vel. Það vantar salt á þetta meira. Og hoppukastalar og andlitsmálun fyrir krakkana.
Þá skemmtu börnin sér við að stökkva í sjóinn. Þetta hefur bara farið fram úr björtustu vonum og ég held að svona sérstöku þakkina getum við þakkað veðurguðanum. Við erum búin að vera í blíðskaparveðri alveg bara nánast stóran part síðustu viku og ég tala nú ekki bara helgina og maður sér það líka bara á þeim fólksfjölda sem hefur komið í bæinn. Þetta með stærri hátíðum núna síðustu ár sem hefur verið og maður sá það bara á mannhæfinu á Ráðhústorgi í gærkvöldi. Það var alveg þéttsetið og sömulegis á tjaldstæðunum okkar eins og við sjáum hérna fyrir aftan okkur. Það búið að fylla öll aðal tjaldstæðin og við höfum þurft að opna auka svæði. Og það hefur bara tekist vel, við höfum getað tekið á móti öllum sem hafa viljað koma. Þetta hefur gengið hnökralaust fyrir sig. Það er alltaf eitthvað þegar svona margmenni kemur saman en ekkert svona alvarlegt sem við komum inn á okkar borð. Við höldum ferð okkar landið áfram því unglingalandsmót UMFÍ haldið á Egilsstöðum helgina. Á daginn eru keppnisíþróttir en á kvöldin ræður tónlistin ríkjum. Unglingalandsmót UMFÍ hefur verið haldið reglulega frá 1992 og frá 2002 hefur það verið hverja verslunarmannahelgi. 1100 krakkar eru skráðir til leiks í yfir 20 íþróttagreinum, sumum mjög óhefðbundnum eins og hestaíþróttum innandyra á viljugum fákum. Hoppið og allt. Þetta er bara alveg eins og alveg hestar en bara maður getur stjórnað þeim betur. Mótsvæðið iðar af lífi frá morgni til kvölds. Mottóið íþróttir á daginn og tónlist á kvöldin. Og það góða að öll fjölskyldan getur verið með. Já, ég er með 3 börn og 2 að keppa. Og þetta er búið að vera, þau eru að keppa bara í öllu mögulegu. Þannig að við vorum í gær bara að byrja klukkan 8:30 mætt út á völl og það var allir dagurinn. Alveg fram á kvöld og eins í dag. Þetta er rosalega gaman. Á dagskrá í kvöld svo fjölmennasta keppnisgrein mótsins í íþróttahúsinu á Egilsstöðum. Því tæplega 500 keppendur hafa skráð sig til leiks í kökuskreytingum. Og við ljúkum hring okkar á höfuðborgarsvæðinu því hátíðin Hjarta Hafnarfjarðar í hámarki helgin á nær annað árið í röð yfir verslunarmannahelgi. Hátíðin hefur staðið yfir undanfarnar 6 helgar og gestir skipta orðið tugum þúsunda. Þjóðhátíðarkempan Hreimur Örn Heimisson rekur smiðshöggið á dagskrána í ár og leiðir gesti í fjöldasöng í kvöld. Hljómsveitin Greifarnir eru svo lokanúmerið. Þetta í 9. sinn sem Hjarta Hafnarfjarðar haldin og hún orðin að einni stærstu bæjarhátíð landsins. Katrín Agla, það var síður svo sumarveður á Suðurlandi í gær og í dag. Hvernig spáin? Von á öðrum hvelli? Það ekki von á öðrum hvelli. Lægðin sem hefur leikið landan grátt á sunnan og vestanverðu landinu í dag og í gær heldur sig til norðurs. Hún stödd vestur við landið og heldur til norðurs í kvöld og morgun og þá verður áttin smám saman suðvestlægari og svona 5 til 15 metrar á sekúndu. Þá hvassast á vestanverðu landinu og áfram skúrir sunnan og vestanlands. Það verður áfram væta í kortinu þar en áfram gert ráð fyrir bara hægum vindi og björtu veðri á norður og austurlandi. Já, þannig að gestir á þjóðhátíð þeir eiga von á, minnstu kosti betra veðri. Betra veður en var í gærkvöldi klárlega. Katrín Agla, takk fyrir þetta og fyrir nánari veðrið hérna á eftir. En við ætlum út í heim því fyrir þúsundir íbúa á Gaza sem fengið hafa snúa aftur heim eru húsarústir og ruslahaugar það eina sem bíður. Þetta blasir við fólki sem komið hefur tilbaka til Gazaborgar síðustu daga. Hverfi og götur sem þekkjast varða lengur, sundursprengt íbúðarhús og markaðir. إننا 45 يوم طالعين تقريبا من منطقتنا في حارة الزيتون وطلعنا أساس نرجع يعني نلاقي بيوتنا بخير ومرافقنا بخير والحارة بخير لكن الحمد لله رب العالمين رجعنا لا ضل دار ولا حارة ولا ناس ما فيش نعمل يعني دمار ايش اقول لك كل الحارة دمار عمارة 5 طوابق هي عمارة 4 طوابق كل ما وين الناس بتقعد مش عارفين حسبي الله عليهم يا شيخ. En það eitt að horfa upp á heimkynni sinni rúst og annað að finna næringu og vatn til að lifa af. Þetta var í Gazaborg í dag þar sem hópur fólks beið og barðist að ná sér í súpu. Margir hætta sér ekki í þessar aðstæður. Fólk hefur látið lífið við og nálagt úthlutunarstöðum. En fyrir foreldra ungra barna snýst hver dagur frá morgni til kvölds að útvega mat. أمراض بنضل طول النهار جعانين وحتى والله العظيم بناموا الولاد جعانين وببعتهم بروح بلموا خيش للنار وبروها على الحطب
وانا واحد مصاب يعني قاعد بخلي المرة هاته والله يطلعوا على المساعدات. Fatih Soop og eiginkona hans Abir dvelja í flóttamannabúðum nálægt ströndinni á Gaza. Fatih særðist nýlega þegar hann ætlaði að sækja poka af hveiti fyrir fjölskylduna. Nú fer Abir á stúfana að leita mat eða að þau senda börnin til að biðja ókunnuga hjálp. أمرار من خوف ما يضلوا يطلبوا مني أكل بروح باخد حالي وبقعد على البحر من خوف الولاد ما يضلوا يطلبوا مني. إيش بدي أسوي أنا هذول صغيرين إيش ما يشوفوا بطالبوا أنا مش قادر أأمن لهم حاجة. Árlegar seiðarannsóknir standa yfir í Jökulsá á Dal. Veiðimaður segir að einn stærsti laxastofn landsins sé að byggjast upp í ánni. Nú vorum við að leita og taka úr honum kvarnir sem við setjum svo í sýnapokan og síðan aldurinn á fiskinu lesin úr kvarnum undir Víðsjá á rannsóknastofu. Þetta svona ekki ólíkt bara árhringjum í tré. Lesið árin. Hafrannsóknarstofnun skoðar á hverju ári stöðu laxastofnsins í ánni Jöklu. Vonur, ætla að láta það hafa hana. Einu hér. Ákveðin svæði eru tekin og niðurstöður bornar saman milli ára. Svona til lengri tíma þá sjáum við bara aukinn þéttleika laxaseiða og aukna náttúrulega framleiðslu sem sagt áin farin að framleiða náttúrulega seiði í meira magni heldur en var og það alltaf að aukast. 18 ár eru síðan seiðum var fyrst sleppt í ána og markmiðið að gera ána að vænlegu veiðisvæði. Það var það sem hefur verið markmið og þetta verður náttúrulega sjálfbært og það var náttúrulega orðið miklar breytingar þannig að menn voru nú svo sem skipta skoðanir við það í upphafi hvernig seiðum myndi reiða af í þessu en það sýnir sig að það að koma upp náttúrulegt klakk í meira og meira mæli. 600 til 700 laxar hafa veiðst í ánni þar sem af sumri. Hér ljóst að eitt stærsti laxastofn landsins að byggjast upp. Við erum búin að fá alveg, maður vil segja fram á vonum. Seiðasleppingar hafa minnkað og laxinn sem hefur veiðst í sumar úr náttúrulegum stofni árinnar. Fjárfesting í uppbyggingu svæðisins hleypur á 100 milljóna. Og hér koma núna menn víða að heimi til þess að veiða í Jöklu og hún orðin þekkt nafn víða í þessum veiðibransa. Næstum aldarfjórðungur síðan fyrstu geimfararnir komu til dvalar í alþjóðlegu geimstöðinni á brautum jörðu. Nýjasti hópurinn kom þangað í morgun. Það voru fagnaðarfundir eldsnemma í morgun þegar 4 manna geimfarið hafði tengst við alþjóðlegu geimstöðina og farþegarnir 4 hittu hina 7 sem voru fyrir í stöðinni. Endeavour crew, welcome on board. Yokoso, Добро пожаловать. And we are so happy and excited to see your smiling faces. And Gina, Oleg, congratulations on your first space flight. We are looking forward to hearing your impressions and your feelings about that. And Mike and Kimia, welcome back. Ferðalagið upp á sporbaug hófst á Canaveral-höfðanum í Flórida í Bandaríkjunum í gær og tók 15 klukkustundir. Geimfarið satt ofan á Falcon eldflaug frá SpaceX fyrirtækinu. Borð voru 2 bandarískir geimfarar, 1 frá Rússlandi og 1 frá Japan. Þessi hópur verður í geimstöðinni næstu 6 mánuði og fær að halda upp á það að í nóvember verður aldarfjórðungur liðinn frá því að fyrsti hópurinn mannaði geimstöðina. Síðan þá hafa næstum 300 manns verið borð, vel á annað 100 frá Bandaríkjunum og á 7. tug frá Rússlandi. Þrátt fyrir ótryggt ástand á jörðuniðri og spennu í samskiptum ríkjana hefur þetta samstarf verið farsælt í gegnum árin. И спасибо моим коллегам, будущим соэкипажникам. Я также благодарю вас за такую теплую встречу. И спасибо всем на земле, кто готовил меня и наш экипаж и сделал все возможное, чтобы отправить нас сюда. Мы обещаем выполнить все наши задачи на самые высокие оценки и продвигать человечество в области космонавтики только вперед. Спасибо. Prammar af öllum stærðum og gerðum sigldu á síkjum Amsterdam í Hollandi í dag, þar sem gleðigangan eða gleðisiglingin var haldin. Tugir þúsunda voru samankomnir í miðborginni. Siglingin hápunktur 6 daga hinsegin hátíðar í borginni sem ein af þeim stærstu í heimi.
80 bátar tóku þátt í siglingunni, þar á meðal bátar frá hollenska hernum og flestum stjórnmálaflokkum. Þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum. Eitt Íslandsmet féll á lokakeppnisdegi íslenska sundfólksins á heimsmeistaramótinu í 50 metra laug í Singapúr. Heimsmet féll svo í úrslitum. Karlalandsliðið í körfubolta leikur í þessum töluðu orðum fyrsta æfingaleikinn í undirbúningnum fyrir Evrópumótið sem hefst í lok mánaðarins. Og IBVF vann KR í einaleik dagsins í bestu deild karla í fótbolta. KR í fallsæti. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak. Rifjum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Tjöld fuku út í veður og vind í Vestmannaeyjum í gærkvöldi og í nótt. Þjóðhátíðargestir leituðu skjóls í Herjólfshöll rétt eins og í fyrra. Keppt var á alls konar hestum á unglingalandsmóti á Egilsstöðum í dag. Útihátíðarstemning á lokakvöldi hjarta Hafnarfjarðar með þjóðhátíðar fjöldasöng og veðrið lék við gesti á síldarævintýri á Siglufirði. Húsarústir og haugar af rusli taka á móti íbúum á Gaza sem síðustu daga hafa fengið að snúa til heimkynna sinna. Fyrir foreldra ungra barna leitin að mat það sem skiptir mestu máli. Og 4 geimfarar bættust í morgun í hópinn sem dvelur í alþjóðlegu geimstöðinni á sporbaugum jörðu. Næstum aldarfjórðungur síðan fyrsti hópurinn kom í geimstöðina. Þessum fréttatíma að ljúka. Við bendum á að senda á fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Fréttir í útvarpi verða á sínum stað klukkan 10 í kvöld og svo allan sólarhringinn á vefnum. Við kveðjum þennan laugardaginn á myndum Guðmundar Bergkvist af netagerð í Hampiðjunni. Takk fyrir samfylgdina í dag, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Krát á Seltjarnarnesi. Íslensk leikinn þáttaröð Þjóðverjann Karl